Háskólaneminn Hrönn Harðardóttir, sem búsett á Akureyri, var einn af þáttakendunum í fyrstu þáttaröðinni af Biggest Loser Ísland sem sýndir voru á sjónvarpsstöðinni Skjánum í fyrra. Þættirnir urðu geysi vinsælir en þar fær fólk í yfirvigt aðstoð við að snúa við blaðinu og breyta lífstíl. Sjálf missti Hrönn 50 kíló við þáttökunni í þáttunum en okkur leik forvitna á að vita hvernig gengi hjá henni í dag og hvaða áhrif þetta sjónvarpsævintýri hefði haft á líf hennar. Já, ég var þegar við byrjum í september 2013, þá var ég yfir 140 kíló og var bara mjög illa stödd, bæði andlega og líkamlega og var átti bara erfitt með allt og orkan var engin og sjálfsvald ekki neitt og þannig að það var allt bara orðið erfitt. Þannig að og mér fannst það eins og bara í þáttunum ég byggði mig ekkert síður upp andlega heldur en líkamlega og þetta var náttúrulega alveg 7 mánaða ferli og ég misti á þeim tíma rétt tæp 50 kíló. Og örugglega svona 50 kílóum léttari á sálinni líka sko. Þannig að það náttúrulega bara gjörbreytti öllu. Hrönn á enn buxurnar sem hún klæddist þegar hún fór suður til þess að hefja þáttöku í Biggest Loser en buxurnar minna hana á árangurinn sem hún hefur nú þegar náð. Hrönn æfir á líkamsræktarstöðinni Bjargi og segist hafa fengið þar ómetanlegan stuðning en að hennar sögn ekki alltaf auðvelt að halda sér á beinubrautinni. Þetta ekki þannig að skráir í Biggest Loser og þá ertu bara komin með þetta, þú veist. Að þetta alltaf barátta og þú losnar ekkert við þessar gömlu hugsanir og venjur bara nokkrum mánuðum, sko. Þannig ég alltaf bara að berjast við sjálfum mig og en þú veist, gengur alltaf betur og betur og nýju venjurnar alltaf að koma betur og betur inn. Þannig að en eins og ég segi, þetta alveg oft ströggl sko og og það bara þannig. Mér finnst það bara líka mikilvægt að vera hreinskilin með það. Þetta sé ekki bara eins og maður heyrir svo þetta bara byrja og svo þetta ekkert mál. Að þú veist og svo byrjar fólk og svo lendir það okkur vegg og þá bara ég klúðra þessu, þetta átti ekki að vera neitt mál. Þannig mér finnst það svolítið að þetta bara oft bara mjög erfitt og það bara að halda áfram. Það bara þrjóskan sem að koma mér í gegnum þetta. Einn af þeim gömlu vönum sem Hrönn hefur þurft að breyta hvernig hún höndlar álag. Áður hafði hún tilhneigingu til þess að borða meira undir álagi en nú hefur hún fundið aðra leiðir til þess að takast á við streituna. Hrönn talar ófeimin líkamsástand sitt og notar orðið feit og feitur óhyggað enda finnst henni furðulegt hversu viðkvæmt fólk oft gagnvart umræðunum offitu. Oft ef manneski sem of þung talar sig sem feita við aðra þá fer fólk bara í eitthvað baklás og ég ekkert feimu, ég meina 140 kíló manneski, þú ert feit og það ekkert niðrandi eða þú veist og mér finnst það svolítið mikið, maður má ekki fara alveg auðgunum, auðvitað útlitsstyrkunin slæm en það má heldur ekki vera þannig að það sé bara allt í lagi að vera allt og þungur. Þetta bara heilsan og það að vera heilbrigður og saman hvað hver segir að þú ert komin yfir 140 kíló, það ert ekki heilbrigður og það ekki þá að þurfa að vera 50 og 60 kíló, heldur bara að hafa heilsu og orku til að gera hlutina. Þannig að mér finnst það svolítið, það má ekki verða bara að þú veist, hún allt og þung en hún samt frábær og jú, þú veist, auðvitað það þannig en það verður samt upp á heilbrigði að gera. Það má það ekki vera bara, og þetta mjög slæmt þróun en svo bara núna og það bara yfir helmingur landsmanna og feitur. Frá því að Hrönn byrjaði í Biggest Loser hefur eitt af markmiðum hennar verið að hjálpa öðrum í svipaðri stöðu og hún var í. Hún hefur haldið út í Facebook síðunni Hvatning til betra lífs þar sem hún miðlar af eigin reynslu og nú hún einnig að fara af stað með stuðningsprogram þar sem hún hjálpar fólki að ná markmiðum sínum. Já, ég hef bæði verið að taka þátt í námskeið á Bjargi og búin að vera þar síðan í apríl og hef náttúrulega þau búin að hjálpa mér ótrúlega og ég hef verið svolítið að koma því þar á með stuðning við þáttakandi þar og svo ákvað ég að vildi hjálpa eða finna nýja leiðir til þess að aðstoða fólk og þá fannst mér að sem hefði vantað þegar
þegar ég var alltaf að reyna var bara rauninni stuðningur, ekki endilega einkaþjálfun eða námskeið, heldur bara að fá að tala við einhvern hvað þú ert að gera og hvort sem að vel gengur eða illa þá bara heyri ég einhverjum og svara fyrir það sem þú ert að gera og hjálpa manni bara við að ná markmiðum. Þannig að það er svona það sem ég er að gera, að fólk getur komið til mín saman með hvernig markmiðin eru og ég svona reyna að brjóta þetta niður og svo hittust við einu sinni í viku, bara þá ég og sú manneskja og förum yfir hvernig gengur og hvað mætti gera betur og hvernig, þannig að það er svolítið sem að mér fannst vanta. Oft vantar ég bara að tala hvað þú ert að gera og já, bara að því að oft er óþægilegt að tala þetta kannski við fjölskyldu og vini. Það var bara fínt að geta tala við einhvern utanaðkomandi sem hefur reynt þetta, sem að veit hvernig þetta er. Þannig að það er svona það sem ég er að gera núna. En svona að lokum Hrönn, nú er ný þáttaröð af The Biggest Loser Ísland farin í loftið og þar eru norðlenskir þáttakendur. Ertu að fylgjast með? Já, og ótrúlega gaman að fá einhverja, því ég var náttúrulega eina á Norðurlandi í okkar seríu. Þannig að, og þær ég hitti þær og æfi mikið með annarri og þó að við höfum ekki verið saman í seríu, þá þetta er svo einstök reynsla í kringum þættina, að það er ótrúlega gaman að deila henni með einhverjum á staðnum og sem að veit, eða þú veist, við skiljum hver aðra varðandi þetta ferli og mjög gaman að geta gert það svona saman.